Jæja, góða kvöldið, kæru íbúar í Vogum og aðrir gestir, bæði þið sem eru mætt hér í kvöld í Tjarnarsal og þau ykkar sem eru heima að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu í streymi. Við áttum auðvitað von á mikilli mætingu hér í kvöld og gott að sjá ykkur öll og svo margir hafa séð sér fært að mæta hér. Góða kvöldi, Magnús. Tilefni fundarins ætti að vera öllum ljóst, enda hafa atburðir undanfarinna mánuða og þróun jarðhræringa á svæðinu ekki farið fram hjá neinum sem hér búa og starfa. Íbúar í Vogum hafa líkt og íbúar annarra sveitarfélaga á Suðurnesjum ekki farið varhluta af áhrifum eldsumbrota á svæðinu síðustu mánuði og misseri. Skemmst að minnast áhrifa síðasta eldgoss á loftgæði í Vogum, en þau voru meiri og verri en áður hafa mælst í þéttbýli síðan að eldgossin hófust í mars árið 2021 og það skal engan undra að það hafi vakið upp áhyggjur og vanlíðan meðal íbúa svæðisins þegar mengunin var hér sem mest. Heitavatnsleysið í febrúar síðastliðnum þegar heitavatnslögnin fór undir hraun sennilega öllum enn í fersku minni, en þó svo að ástandið hafi sannarlega ekki verið gott og útlitið á tímabili mjög svart, þá fór það sem betur fer, betur en á horfðist og síðan þá hefur verið ráðist í viðamiklar aðgerðir til að fyrirbyggja að slíkt ástand geti skapast aftur. Í ljósi þróunarinnar í síðasta eldgossi sem hófst þann 22. ágúst síðastliðinn hafa eðlilega sprottið upp ýmsar spurningar í hugum íbúa á svæðinu, sem og annarra hagaðila sem eiga hér mikilla hagsmuna að gæta. Við slíkar aðstæður fátt mikilvægara en að tryggja virka og vandaða upplýsingagjöf. Á síðustu dögum og vikum hefur verið unnið markvisst að því að undirbúa upplýsingafund með íbúum í Vogum með það að markmiði að tryggja að íbúar og aðrir hagaðilar hafi sem bestar upplýsingar stöðu mála. Og að þessu verkefni hafa komið fulltrúar fjölmargra stofnana sem hver og ein sinnir afmörkuðu sviði, en góð samvinna á milli þessara aðila og verður alltaf lykillinn að góðum árangri. Og það er mín reynsla og ég held ég geti talað fyrir hönd flestra ef ekki allra sem koma að þessu samstarfi. Á milli allra þessara aðila ríkir bæði traust og ríkur vilji til að vinna saman að því að tryggja öryggi og hagsmuna íbúa í Vogum og vil ég nota þetta tækifæri til að þakka þessum aðilum fyrir samstarfið í aðdraganda þessa fundar. Fundurinn í kvöld haldinn í samstarfi sveitarfélagsins og Almannavarna Suðurnesja sem sveitarfélagið Vogar á auðvitað aðild að. Og þá eiga fjölmargar stofnanir og fyrirtæki aðkomu að undirbúningi og framkvæmd fundarins, meðal annars Veðurstofa Íslands, Umhverfisstofnun, HS Veitur, lögregluyfirvöld á Suðurnesjum, Brunavarnir Suðurnesja, björgunarsveitirnar og Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Þá hefur Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja einnig unnið mikið og gott starf síðustu vikur sem hefur miðað að því að kalla saman alla sem koma að málum varða gæði og öryggi neysluvatns á svæðinu og niðurstaðna úr þeirri vinnu að vænta á allra næstu dögum. Þegar kemur að náttúruvá og viðbrögðum við henni hinum almenna borgara ekki alltaf ljóst hver beri ábyrgð á hverju og það fullkomlega eðlilegt, enda eru atburðir af því tagi sem að við höfum upplifað síðustu ár hér á Reykjanesi ekki eitthvað sem við sem samfélag höfum mikla reynslu af. Frá því að eldgosinn hófust í Fagradalsfjalli fyrir rúmum 3 árum síðan, þá hefur mikið reynt á kerfin okkar, en það hefur líka skapast mikil og dýrmæt reynsla. Sveitarfélögin gegna auðvitað mikilvægu hlutverki þegar kemur að viðbrögði við náttúruvá, sem og annarri áhættu sem kann að ógna byggð og starfsemi sveitarfélagana, en hlutverk þeirra snýr þó fyrst og fremst að innri málefnum og þeirri þjónustu sem þau bera ábyrgð á, auk þess að taka auðvitað þátt í samstarfi við aðrar lykilstofnanir og viðbragðsaðila. Það samstarf fer að miklu leyti fram í samstarfi við önnur sveitarfélög, viðbragðsaðila og fleiri á vettvangi almannavarnanefnda, sem í okkar tilviki Almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, eins og hún heitir. Þar fer fram náið og gott samstarf sem miðar að því að samhæfa vinnu þessara aðila, tryggja virka upplýsingagjöf til íbúa, gerð áætlana og svo framvegis.
og undanfarið hefur verið unnið að endurskoðun ýmissa áætlana, svo sem rýmingaráætlana, og stendur yfir vinna við gerð nýrrar og endurskoðar greiningar á áfallaþoli svæðisins í ljósi þróunarmála síðustu vikur og mánuði. Hefur sérstök áhersla verið lögð á að rýna staðbundnar viðbragðs- og rýmingaráætlanir meðal annars í sveitarfélaginu Vogum. Og svo vinna unnin í náinni samvinnu við sérfræðinga almannavarna og auðvitað okkar lykilfólk hér í stofnunum sveitarfélagsins, meðal annars í skólunum okkar. Þó svo auðvitað sem megin áherslan á öryggi íbúa á svæðinu og gerð viðbragðsáætlana sem miða að því að tryggja öryggi þeirra eins vel og hægt þá að ýmsu öðru að hyggja líka. Þó svo að atvinnustarfsemi í Vogum sé ekki mikil að umfangi í samanburði við mörg önnur byggðarlög, þá þarf að gæta að málefnum atvinnulífsins hér í Vogum. Og hér í Vogum eru fyrirtæki sem eru ekki aðeins mikilvæg fyrir sveitarfélagið og íbúa þess, heldur landsmenn alla, og atvinnurekstur víða land. Í því sambandi ástæða til að nefna til dæmis súrefnisverksmiðju Lindegas, sem gríðarlega mikilvægur innviður fyrir landið og heilbrigðiskerfið okkar, sér heilbrigðiskerfið okkar fyrir súrefni og einnig stórum hluta af matvælaiðnaði í landinu, meðal annars íslenskum fiskeldisfyrirtækjum. Og ég get líka nefnt fyrirtækið Benchmark Genetics, sem leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í framleiðslu á kynbættra laxahrogna og sinnir framleiðslu á þeim fyrir íslensk laxeldisfyrirtæki og fjölda fyrirtæki á heimsvísu einnig. Nesbú egg, sem annað stærsta eggjabú landsins, auk auðvitað annarra fyrirtækja sem teljast ekki bara mikilvæg fyrir samfélagið hér í Vogum, heldur landið í heild. Ég veit að hér í kvöld eru fulltrúar þessara fyrirtækja og leggjum við mikla áherslu á náið samstarf við þau þegar og ef til þess kemur að grípa þurfi til einhverja aðgerða, meðal annars í því skyni að vernda grunninnviði hér á svæðinu. Verkefnið sem við stöndum mögulega frammi fyrir snýr ekki eingöngu að því að undirbúa möguleg viðbrögð við hraunflæði, heldur einnig og ekki síður viðbrögð við atburðum sem geta stefnt grunninnviðum í hættu, svo sem neysluvatnslögnum, raforkuflutningskerfum og auðvitað samgöngukerfum og svo mætti áfram telja. Og hér í kvöld munu fjölmargir aðilar koma fram og deila upplýsingum og svara spurningum og ég vil aftur nota tækifærið og þakka þeim fyrir þeirra framlag. Áður en ég afhendi okkar besta manni, Víði Reynissyni keflið, en hann mun stýra fundinum hér í kvöld, vil ég nota tækifærið og koma á framfæri góðum kveðjum frá fulltrúum björgunarsveitarinnar Skyggnis, sem þessa dagana eru á námskeiði erlendis að kynna sér reynslu og aðferðir annarra þjóða í baráttu við gróðurelda. Eins og við vitum öll þá hafa síðustu ár verið mjög annarsöm hjá björgunarsveitarfólkinu okkar, sem hefur ítrekað sýnt hversu miklu máli það skiptir fyrir samfélagið okkar að hafa öfluga björgunarsveit sem alltaf til taks og erum við þeim ævinlega þakklát fyrir þeirra frábæra starf. Fyrir hönd bæjaryfirvalda og okkar allra óska ég okkar fólki í björgunarsveitinni Skyggni góðs gengis í því verkefni sem þau eru að sinna og óska þeim jafnframt góðrar heimferðar. Takk öll fyrir að mæta hér í kvöld og gjörðu svo vel Víðir. Já, góða kvöldið og takk fyrir að gefa mig tækifæri að koma hérna í kvöld og vera með ykkur. Við höfum þétta dagskrá framundan og við ætlum að fara í gegnum frummælindirnar og síðan eftir allir hafa lokið máli sínu gefst tækifæri til þess að spyrja fólk spjörunar úr og það komin hér hópur sérfræðinga og það eru fleiri hérna í salnum sem munu líka geta svarað ýmsum spurningum og vonandi öllu því sem á okkur brennur og ef við getum ekki svaraði núna þá munum við leita svara og koma því á framfæri til ykkar. En fyrst á mælendaskránni í kvöld Bergrún Arna Ólafsdóttir sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Gjörðu svo vel. Já, góða kvöldið. Það er ofsalega gaman að sjá hvað eru margir mættir hérna og mér þykir ósköp vænt að fá að koma hérna fyrir hönd Veðurstofunnar til að tala þessi eldgos á Sundhnúksgígaröðinni við ykkur. Til að byrja með þá
erum við með þessa mynd sem sýnir kannski svolítið vel hvað við erum að takast á við. Það sýnir sem sagt hraunbreiðuna sem myndaðist í gosinu sem byrjaði 22. ágúst síðastliðinn. Og við sjáum líka byggðirnar hérna, Voga og Reykjanesbæ. Ef við byrjum að byrjuninni og förum yfir hvaða sem að valda þessum atburðum og öllum þessum gosum, þá erum við með kvikusöfnun undir Svartsengi og það hefur sem sagt, þessi kvikusöfnun hefur staðið yfir núna í allnokkra mánuði. Og þegar það er komið nógu mikið magn af kviku inn í þetta svæði, þá brestur svæðið og kvikan hleypur yfir í Sundhnúksgígaröðina og kvikugangur í rauninni hleypur þarna undir og ef að kvikugangurinn nær upp til yfirborðs, þá fáum við eldgos. Þetta gerist ekki alltaf. Það kom ekki eldgos þegar fór kvikugangur í nóvember 2010 eins og við vitum öll og það hafa orðið aðrir atburðir eins og 2. mars þar sem að kvikugangur hljóp þarna yfir en það kom ekki eldgos. Og sem betur fer þá gerist það alveg að það fara kvikugangar án þess að við fáum eldgos. En í þessari atburðarás sem við erum búin að horfa á núna, þá hefur samt oftar orðið eldgos en ekki. Þessi gos þau byrja sem sagt með því að það opnast svona löng sprunga og þær hafa verið upp í 6 km langar núna og svo mesti krafturinn í gosunum fyrstu kannski svona 4 til 6 klukkutímana og svo dregst virknin saman á 1 eða fleiri gíga þar sem hún helst svo þangað til að gosið lognast út af. Síðasta eldgos sem byrjaði 22. ágúst og því lauk 5. september stóð í 14 daga. Þetta stærsti atburðurinn sem hefur orðið í þessari gosloti. Það í þessum gosum sem hafa átt sér stað núna á Svartsengi eða Sundhnúksgígaröðinni. Þó að gosið sé búið, þá eins og við höfum séð áður, þá landris hafið að nýju og þar að leiðandi líka kvikusöfnun undir Svartsengi. En við því miður getum ekkert sagt hvenær næsti atburður mun eiga sér stað. En eins og þið sjáið á þessum línum þarna, þessi mynd sem að sýna rúmmál kviku áætlað, útreiknað út frá gögnunum sem við höfum, hversu mikið kvikumagn komið í kvikusöfnunarsvæðið. Og í rauninni þá getum við sagt að við erum að horfa á endurtekinn atburð. Það sem við vitum út frá þeim gögnum sem við höfum, það að þessi gos þau eru að stækka. Útstreymishrraðinn í byrjunarfasanum, hann að stækka. Í gosi nr. 3 þá var hann 500 rúmmetrar á sekundu, í síðasta gosi náði hann næstu í 2500 rúmmetrum á sekundu. Þannig að atburðirnir eru að stækka og þeir eru að verða hraðari. Á sama tíma þá loka afurðin, hraunið, það líka að stækka. Bara til þess að hafa þetta alveg á hreinu. Og við í rauninni getum sagt að það ekkert í gögnunum okkar sem bendir til þess að þessari atburðarás sé að ljúka. Þannig að við verðum bara að horfast í augu við það að á meðan kvikusöfnun á sér stað undir Svartsengi, þá verðum við að búast við því að það geti orðið kvikuhlaup og jafnvel annað eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Kvikugangurinn sem myndaðist í ágústgosinu, hann fór lengra í norður heldur en bæði kvikugangurinn sem myndaðist 10. nóvember og líka lengra heldur en kvikugangar sem hafa myndast í fyrri gosum í þessar atburðarás. Og bara svo það sé sagt, þá þekkjum við úr gossögunni eða jarðsögunni að það eru sem sagt gosop enn norðar. Þau eru ekki mörg en þau eru samt til, þannig að við verðum að vera viðbúin því líka að gos geti komið upp norðar heldur en við höfum séð í þessar atburðarás. Og ef við horfum bara á stöðuna í dag og reynum að meta hverjar eru sviðsmyndirnar sem við gætum þurft að takast á við, þá eru í rauninni 3 sviðsmyndir sem við erum að horfa á. Og þær eru sem sagt 3 mögulegir staðir á eldgosi. Og við höfum ekkert til að segja hver þessara sviðsmynda líklegust. Þannig að eins og staðan akkúrat í dag, þá verðum við að gera ráð fyrir að allar þessar 3 sviðsmyndir séu jafn líklegar. Og nú ætlum ég að fara aðeins bara hratt í gegnum þessar sviðsmyndir.
Sviðsmynd 1 er þá að það verði eldgos sunnan við Sundhnúk, þá við Hagafell eða suður á Hagafelli, og fyrirmyndin af þessari sviðsmynd er eldgosi sem hófst 14. janúar núna á þessu ári, 2024. Sprungan, hún var lengst 1,5 kilometr, hún var ekki samfelld, en frá syðsta og til nyrsta hluta er 1,5 kilometrar. Virknin, hún dróst svo saman í gíga við varnargarðinn norðan við Grindavík. Og þetta er sem sagt sviðsmynd nummer 1. Sviðsmynd nummer 2 er þá að við fáum eldgos milli Sundhnúks og Stóra-Skógfells, og þetta er svipuð staðsetning og við höfum séð í flestum gosum í þessara atburðarás. Gosið í desember, það átti sér stað á þessu svæði, í febrúar, í mars og svo gosið sem byrjaði 29. maí. Í þessum gossprungum, þá voru gossprungunar frá 2 og upp í 5 kílómetra í upphafi, en svo eins og vanalega þá dregst virkni saman á 1 eða fáa gíga. Og í þessum gosum þá var þessi samdráttur í rauninni við Sundhnúk og virknin, hún var lengst við Sundhnúk. Ég held að röddin mín sé bara eitthvað að hverfa. Já, þakka þér fyrir. Þriðja sviðsmyndin er svo eldgos norðaustan við Stóra-Skógfell og fyrirmynd þessara sviðsmyndar er þá eldgosið sem var núna síðast í ágústi-september. Í þessu gosi sem er stærsta gosi sem við höfum séð, þá var gossprungan lengst 6 kílómetra löng og virknin dróst svo saman í gíg norðaustan við Stóra-Skógfell. Þannig að þetta eru svo 3 sviðsmyndir sem við erum með á lofti núna. Ef við horfum aðeins kannski betur eða einblínum á þessa 3. sviðsmynd, ef það myndi opnast gos norðaustan við Stóra-Skógfell, þá er í rauninni mögulegar hættur eða hættur og möguleg áhrif í og við Voga. Það er sem sagt að við getum fengið gasmengun og töluvert mikla gasmengun, við getum jafnvel fengið gjóskufall, við getum fengið einhverjar sprungumyndanir og við getum fengið hraunrennsli. Ef við förum aðeins betur í þetta og byrjum á gasmenguninni, ég ger nú ráð fyrir að hann Þorsteinn muni fara betur yfir það á eftir. En þessi mynd þessi litla, hún sýnir í rauninni ríkjandi vindáttir á svæðinu og við sjáum að ef að sterkur upphafsfasi í eldgosi á sér stað þegar að vindáttin er óhagstæð, þá getum við fengið virkilega mikla gasmengun yfir Voga. Skyggni getur einnig orðið takmarkað vegna áhrifa frá gróðuröldum og gosmóðu og bara eins og þið fundu fyrir núna í síðasta gosi, þá getur þetta orðið frekar mikið. Nú erum við búin að takast á við 6 atburði og það er búið að vera að mæla gasmengun og annað og við vitum sem sagt að mæld gasmengun í fyrri atburðum gefur viðmið mögulega mengun frá þessum gosstöðum. Og í rauninni alltaf 20 kílómetra radíus frá upptökum eldgos þá hefur mælst gasmengun sem er óholl fyrir viðkvæma og er sem sagt appelsínugul á litaskalanum sem eru notuð á vefsíðunni loftgæði.is. Ef við förum það rétt yfir í gjóskuna, þá eftir því sem að gosin eru kröftur, eftir því sem kvikustrókarnir eru hærri, því meiri í rauninni gjóska getur myndast og því lengra getur gjóska flust og færst. Og í þessum atburðum þá höfum við séð að það hafa verið alveg töluvert stór gjóskukorn sem hafa til dæmis fallið í Grindavík og bara ef maður lappar umhverfis hraunið þá sér maður svona litla gjóskumóla sem eru kannski ekkert samt svo litlir. Það eru örugglega ekkert voðalega gott að fá svona í sig ef maður lendir undir þessu. Við höfum líka séð í þessum atburðum að það hefur orðið svolítil sprengjuvirkni þar sem að hraunið hefur komist í samband við grunnvatn og svo verðum við að horfa til þess að það getur líka orðið sprengjuvirkni ef að hraunið næra að flæða yfir blautt svæði eins og til dæmis Snorrastaðatjarnir. Þetta hafa ekki verið stórir og miklir atburðir og við gerum svo sem ekki ráð fyrir að þeir verði stórir og miklir en þetta er samt vissulega hætta sem getur skapast.
Og við sáum líka í þessu síðasta gosi að það voru nornahár sem féll út allt og það var íbúi hérna frá Vogum sem sendi mér mynd sem sýndi sem sagt nornahár í þakrennum og það þá líka eitthvað sem þarf að takast á við. Ef við förum aðeins yfir sprungumyndanir, þá erum við ekki að horfa til þess í þessum sviðsmyndum sem við erum að vinna með núna að það muni kvikugangur ná undir Voga líkt og gerist í Grindavík bæði 10. nóvember og aftur 14. janúar. Og ástæðan fyrir því að við erum ekki að horfa það er einfaldlega svo að við sjáum ekki að það séu sprungur undir Vogum. Þetta útklippað af jarðfræðikorti og svörtu línurnar eru sem sagt sprungur en þið sjáu þarna á græna partinum að þar töluvert af sprungun sem í rauninni leiða að Vogum en þessi fjólubláði flekkur hraun frá Þráinskildi sem um 14.000 ára gamalt og það hraun virðist hafa farið þá yfir sprungur sem gætu hugsanlega verið undir en þær sprungur hafa þá ekki færst eða hreyfst á síðustu 14.000 árum. Og þið sjáu líka þessar sprungur, þessar svörtu sprungur inni á fjólubláa flekknum, þar sem að hafa sem sagt orðið sprungurhreyfingar á Þráinskjaldahrauninu. Og við þurfum að vera viðbúin því að næsti kvikugangur, hann gæti valdið hreyfingum á þessum sprungum nærri Reykjanesbrautinni. Og ástæðan fyrir því væri þá að við myndum fá kvikugang sem myndi ganga lengra norðaustur heldur en gangandi sem hafa verið núna, að hann tryður sér inn í skorpuna og fer að raska spennu ástandi skorpunar. Þannig að hann gæti í rauninni þvingað hinar sprungurnar til þess að hreyfast. Þessi kvikugangur eða svona kvikugangur sem gæti farið þarna lengra, hann gæti líka haft áhrif á gæði vatns í nærliggjandi vatnsbólum. Ef við horfum á jarðskjálftavirkni síðustu 2 ára, þá sjáum við, þarna erum við búin að plotta bara í rauninni svona hitakort sem sýnir hvar jarðskjálftavirknin hefur átt sér stað og við sjáum að það hafa ekki verið upptök jarðskjálfta undir Vogum. Þannig að við gerum í rauninni ráð fyrir að það sé mjög ólíklegt að það verði, en vissulega þetta það nálægt að það mjög líklegt að þið munu finna fyrir áhrifum af jarðskjálftum í aðdraganda næsta atburðar, sérstaklega ef hann verður aftur svona norðarlega. Ef við kíkjum þá aðeins á hraunrennsli og byrjum á að horfa á landslagið sem hérna fyrir sunnan ykkur, þá sjáum við hér á þessu korti fyrir ofan, rauði liturinn í rauninni hæð í landslagi, eða litirnir eru hæð í landslagi, rauði liturinn hæst og blái liturinn lægst í landinu. Og það svört lína og B við Reykjanesbrautina og A við endan á hrauntungunni sem fór lengst í gosinu frá í ágústgosinu. Og þetta þversnið, það sýnir sem sagt bara hvernig landslagið eftir þessari línu og við sjáum að þessi sigdalir sem eru hérna fyrir sunnan, þeir geta tekið í rauninni við miklu magni af hrauni. Það mikið pláss þarna. Ef við horfum á annað þversnið sem fer þá, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta vel, það hvít lína hérna og það C sem hérna við Seltjarnir og hún endar svo með D bara við þorpið í rauninni. Og aftur þá erum við með þversnið hérna fyrir neðan og við sjáum að þar sem Reykjanesbrautin merkt inn á línuriti hérna fyrir neðan, að þar landhæð, sýnist mér, alveg 15 metrar. Þannig að það töluverður hæðarmunur á þessum stað líka. Þannig að þessi hæð við Reykjanesbrautina myndar í rauninni svo litla náttúrulega vörn. Bara þannig að það sé sagt. En ef við kíkjum þá á hraunhermanir sem hafa verið gerðar, við erum með sem sagt hraunflæði líkön og reynum að herma hraunflæði á þá það landslag sem orðið eftir að nýju hraunin hafa myndast. Og ef við skoðum, hér ég að sýna 2 sviðsmyndir, annars vegar sviðsmynd þar sem 0,1 rúmkilometrar hrauni sem myndast, sem það bil 1,7 sinnum stærra heldur en hraunið sem myndaðist núna í ágúst, og hins vegar ég með 7 sinnum stærra gos heldur en myndaðist. Og þetta gos, það 0,4 rúmkilometrar, sem bara mjög stórt hraun í rauninni og það bara örfá ef einhver hraun, sprungurhraun á Reykjanesskaganum sem ná þessari stærð.
Arnarsetushraun er 0,3, bara til þess að gefa ykkur hugmynd stærðirnar sem við erum að vinna með. Þessar sprungur sem við erum að herma, það eru svörtu sprungurnar sem að sjást og þetta er í rauninni mjög svipaður staður og gosupptökin voru í síðasta gosi. Og við sjáum sem sagt að hraunflæðið, það yrði þá, myndi flæða undan halla í átt að Reykjanesbrautinni og þá líka í áttina af raflínum og vatnsbólum. Ef við færum gosupptökin pínulítið, nú erum búið að færa þessar svörtu línur pínulítið til norðausturs, þá verður myndin svolítið önnur, þó ekki svo mikið, en við förum samt að sjá að það eru einhverjar líkur, þó það séu litlar, á að hraunið stóra, þetta risastóra, að það nái yfir Reykjanesbrautina og jafnvel inn á Vogum. En aftur vil ég minna á að þetta er 7 sinnum stærra heldur en gosið sem við sáum síðast og ég myndi ekki segja að það sé líklegt að það sé að fara að gerast í einum atburði allavega. Það er líka mikilvægt að hafa í huga með þessi hraunflæðilíkun að leið að það komi nýtt hraun þá breytist landslagið, þannig að þá þarf alltaf að gera nýjar hermanir. Og á Veðurstofunni er verið að vinna í þessu sí og æ, það er verið leið að það komi nýtt landslag, þá eru gerð nýjar hraunflæði hermanir og við erum líka að skoða svolítið mismunandi staði til þess að leita í rauninni að verstu sviðsmyndum til þess að geta tekist á við þær þegar og ef þær koma. Ef ég ætla að fara bara mjög snöggt yfir áhrif eldgos og grunn- og yfirborðsvatn, þá eru kvikugangur og hraunrennsli, gjóskufall og sprungumyndanir. Allir þessir atburðir geta haft áhrif á efnasamsendingu bæði grunn- og yfirborðsvatns. Og í þessu þá er það í rauninni nálægð eldsupptaka sem skiptir langmestu máli umfang efnabreytingana í vatni. Þess vegna er mjög mikilvægt að við höldum úti stöðu og eftirliti og vöktun og í rauninni greiningu á vatninu okkar til þess að hafa yfirsýn yfir möguleg áhrif á viðkomandi svæði. Og við erum með sérfræðinga hérna til að svara frekari upplýsingum þetta og hraunflæðilíkunin og bara ekki hika við að spurja hérna á eftir. Rétt til að klára, þá ætlaði ég að segja ykkur að þið eru örugglega orðin vön við að horfa á þetta hættumatskort sem við á Veðurstofunni höfum gefið út núna frá því, ætla að sé ekki miðjan desember. Og það er kortið sem að sést sem sagt hérna til vinstri. En núna þá erum við, komin af stað með það að breyta þessu hættumatskorti til þess meðal annars að koma Vogum inn á kortið. Þannig að við getum farið að meta hættu fyrir ykkur, alveg eins og hefur verið gerð fyrir Grindavík núna í töluverðan tíma. Og hugmyndin sem sagt með þessari nýju framsetningu er í rauninni að setja skýrar fram mat á hættu sem gæti stafað í Vogum eða stafað að Vogum í næsta atburði. Og hugmyndin er þá svo að þessir hringir, þeir í rauninni er að gefa það svæði þar sem er líklegt að gasmengun gæti haft áhrif og litli hringurinn er þá þar sem að myndi þá færast eftir hvar gosupptök væru og svo væri tekið fram hvar hraun væri að renna og vissulega þó að það sé ekki núna eldgos í gangi þá er samt alveg hætta frá hraunbreiðunni. Hún er heit, hún er að afgasast. Maður getur meitt sig ef maður dettur, ef maður er að klöngrast yfir hana. Þannig að það er fullt af hættum þó það sé ekki gos akkurat í gangi núna. Heyrðu, þá er ég bara alveg að verða búin, en ef við tökum þetta bara rétt saman, þá er stóra myndin sú í rauninni að við þurfum að búast við nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni á meðan að kvikusöfnun á sér stað og heldur áfram undir Svartsengi. Við verðum bara að bíta í það súra epli. Það er í rauninni mjög erfitt að fullyrða hvaða sviðsmyndir eru líklegastar og við höfum engin gögn í dag til þess að segja hvar næsta gos mun koma upp eða hvar næsti atburður mun eiga sér stað. Og við höfum ekkert sem að bendir til þess að það séu meiri líkur að það komi upp norðar eða sunnar á Sundhnúksgígaröðinni. Við verðum líka að horfast í augu við það að gosin hafa farið stækkandi og við verðum að vera viðbúin því að næsta gos verði enn kröftugri en fyrri gos. Og þess vegna er mjög mikilvægt að íhuga mótvægisaðgerðir í tengslum við áhrifamestu sviðsmyndir.
og með þessu segi ég takk fyrir mig og hvet ykkur til að nota tíma nú eftir og spurja. Takk fyrir. Já, glas heitir hérna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Bergrún. Mjög mikið upplýsingum og mjög gott. En næstur á mælendaskránni Þorsteinn Jóhannsson frá Umhverfisstofnun. Já, góða kvöldi, sæl öll. Ég ætla aðeins að fara yfir ýmsa punkta varðandi loftmengun, bæði mælingar og viðbrögð við menguninni. Fyrst ætla ég bara aðeins að fara yfir kannski stöðu mælinga, hvernig þetta var fyrir gos og hvernig það er í dag. Þetta staðan eins og var áður en nokkuð fór að gerast. Það var HS Orka með mælistöð nyrst í Grindavík til að mæla brennisteinsvetni frá virkjunni í Svartsengi og svo var Isavia með mengunarmælu upp á flughlaði til þess að mæla mengun frá flugvélum og starfseminni þar. Og þessu kortið þá eru sem brennisteinsmælar, SO2-mælar eru grænir og svýrismælarnir eru gulir. Og það var einhver fyrirvari á fyrsta gosi, þannig að svona sirka viku fyrir gos þá var fyrsta svona viðbótarmælistöðin komin upp í Vogum sem mældi brennisteinsdíoxíð, SO2. Stuttu síðar í Keflavík og svo Höfnum og Ásbrú og Njarðvík og svo bara fjölgaði stöðunum og markmiðið var að reyna að koma bæði gasmæli og svýrismæli í öll byggðarlögin. Og það er svolítið síðan það kom og nýjasta viðbótin var svýrismæli númer 2 í Voga. Og nú eru 2 svýrismælar í Vogum, 1 við bæðiskrifstofurnar, 1 við sundlaugina og svo er SO2-mælirinn á tjaldstæðinu. Aðeins svona til að fara yfir hvaða mengunarefni að ræða. Þetta eru kannski þrenns konar mengun sem maður fást við. Það er SO2 gasið sem kemur beint frá eldgosinu. Það mælist á SO2 gasmælum og svo er það gosmóan og hún mælist ekki á SO2 gasmælum að því hún er ekki lengur gas. SO2 gasið sem kemur upp, það er SO2. Svo hvarfast það við súrefni andrúmsloftsins og það breytist yfir SO4 sem er það orðið agnir, ekki lengur gas. Og þess vegna þarftu svýrismæla til að mæla það. Og þetta eru svona til þess að gera kannski sá hluti sem er kannski mest ertandi. Fólk finnur, þetta eru svona smá ætandi agnir og ertandi þannig að fólk finnur talsveit fyrir gosmónu þó hún kannski sé ekki að mælast í miklum styrk. Og svo kemur ofan í þetta líka reykur frá gróðureldunum og hann mælast á svýrismælum líka. Við getum sjálfsagt ekki greint á milli bara með því að horfa á svýrismælana hvort það sé gosmóða eða gróðureldar en það er til þess að gera auðvelt að bara lesa í umhverfið. Hvað er í gangi, gróðureldarnir eru náttúrulega, reykurinn frá þeim er bara mjög einkennandi brunalykt og það er svona til þess að gera afmarkaður gosmökkur en gosmóðan er svona gráblá og liggur svona yfir heilu landshlutunum. Smá svona torf smá bara fyrir mig hvaða reglur gilda, lög og reglur gilda loftgæðamælingar og þessi efni sem við erum að fást við. Það er til reglugerð loftgæði þar sem er tiltekið hvað má vera mikið magn af brennisteinsdíoxíði að hámarki. Fyrir hverja klukkustund má það fara í 350 mikrogram og það má ekki fara oftar en það, eða sem það má ekki fara yfir 350 og ekki oftar en 24 á ári. Svo ef við skoðum lengra tímabil, 1 sólarhring, þá er það 125 mikrogram sem við miðað við og svo þegar við komin í ársmeðaltal þá er það komin í 20. Þannig að það er svona ákveðin lógík í þessu að því minna tímabil sem við erum að horfa á, því hærri mengun er svona talin þolanleg. Og svo gróðurverndarmörkin þau eru fyrir heilt ár og þá er það komin í 20. Svo
Svo er líka til í reglugerðinni loftgæði sem tala viðvörunarmörk. Það á að láta vita ef að mengun samfleytt yfir 500 mikrogrummum í 3 klukkutíma. Það fannst okkur svolítið langur tími að láta líða áður en farið að gefa út viðvörun, þannig að við svona í samvinnu við Umhverfisstofnun og Veðurstofan gáum út verklagsreglu ef að 3 klukkutíma meðaltal fer yfir 300 og það getur gerst ef það kemur einu sinni tími mæling sem 9.000, þá eru komin yfir þessi mörk. Það hefur reyndar aldrei gerst að fara í 9.000 tímyndur en við höfum farið yfir þessi 500 mikrogram fyrir 3 klukkutíma og þá hefur verið gefin út viðvörun leið það gerist. Svo hefur við reyndar oft sendt út svona, við höfum ekki kallað viðvörun, oft þá Veðurstofan og í samvinnu við okkur bara vekja athygli á hárri mengun, mikilli mengun, þó hann hafi ekki náð þessum mörkum. Svo var í lok ágúst, 1. en 30. ágúst, þá var talsvert mikil mengun í Vogum og það reyndar hittist þannig á að við voru 2 starfsmenn Umhverfisstofnunar að setja upp mæli við sundlaugina og þetta var bæði SO2 gas frá eldgosinu og svo reykur frá gróðureldum og þetta var bara maður var mjög var við þessa mengun, mjög sýnileg, mjög sterk lykt og eftir svolítinn tíma var maður hreinlega farin að finna fyrir bara, svíðu augum og hálsi og örugglega margir fundu fyrir því og það var hreinlega slæmt skyggni húsið af myndinni, Lindigas er 700 metrar frá þeim stað þar sem myndin tekin. Og við höfum oft fengið fólk að velta fyrir sig hvað að gera í mikilli mengun og við höfum fengið sjálfum sér þessa spurningu í raun lengi, í raun fyrst í Hólmshraunskosinu og svo í mörgum þessar eldgosa þarf bara ekki að rýma bæinn þegar svona mikil mengun og svo sem kannski alveg skiljanlegt að fólk spurji. Við teljum það samt að það sé ekki besta viðbragðið og viðmið hjá almannavörnum hvenær farið rýmingu. Það raun bara þegar það svona yfirvofandi lífshætta hreinlega fyrir alla íbúa í bænum. Það hugsanlega að falla snjóflóð bæinn eða aurskriða eða koma upp hraun innan bæjarins eða hraun að stefna á bæinn. Og það var lengi spurning, þá þarf að rýma. En helsta ráðlegging yfirvalda í mikil mengun raun bara draga úr allri áreynslu utandyra og halda sig inni. Slökkva á loftræstingu og við raun bara setja atburðinn af sér. Og yfirleitt hefur reynslan verið svo að þessi miklu mengunartoppar þeir standa stutt. Vindáttin breytist oft hérna á Íslandi, þannig að segjum að ef væri færri rýmingu þá líka spurningin hvert á að rýma, ef að rýma í Reykjanesbæ og svo 2 tímum síðar kannski vindáttin búin að breytast og mengun komið þangað. Þannig að við byggjum svona mikið okkar ráðleggingum, erum að taka reynslu frá Hawaii og þar sem þeir hafa verið að kljást við þessi eldgos í raun í áratugi og búið í mikilli reynslu. Og það að rýma í raun kannski gæti bara auki hreinlega útsetningu hjá fólki. Þá er fólk að fara út milli húsa, það er hugsanlega kalla inn björgunarsveit til að aðstoða þá sem geta ekki fluttið sjálfir. Þannig að þetta alltaf niðurstaðan að það er best að bara setja atburðinn af sér innandyra og passa þá í húsinu þar sem loftræsting sem tekur loft inn að slökkva þá loftræstingu og loka vel gluggum líka. Og við erum alltaf að minna að þetta sjálfum sér þó þetta sé óþægilegt og maður finnur greinilega fyrir þessu. Þegar mengunin svona mikil þá þetta ekki eiturgas. Að til þess að lenda í banvænu styrk þá þurfa að fara í 150.000 mikrogram. Og við erum aldrei við erum í raun stærðargráðum frá því. Aðeins til að rýna bara þessa tölur sem komi í lok ágúst að þá var fína svifrykið frá gróðureldunum, það var svona meira og minna allan föstudaginn og fór alveg yfir 200 mikrogram sem alveg talsverð mengun og SO2 gasið það byrjaði að hækka reynda bara svona seinnipartinn og var fram eftir kvöldi, fram eftir miðnætti.
og það fór í næstum því 2300, 2274 mikrogram var hæsti toppurinn. Og svo svona til að reyna að setja þetta gildi 2300 mikrogram í eitthvað samhengi og við tölum alltaf SO2 töfluna sem hægt að sjá neðst til vinstri, flekkar á það neðst til vinstri á síðun loftgæði.is. Það er svona tafla með litakóðum og þarna kvöldi vorum við þá komin á það sem heitir appelsínugult sem er 600 til 2600 og þá er raun þessi dálkur nú kemur ekki músin, það er sent fyrir dálkurinn lengst til hægri er sent þá fyrir heilbrigt fólk og það er raun bara áhrif á heilsu voru ólíkleg en gagnlegt að draga úr áreynslu utandyra. Og halda sig inni og slökkva loftræsingum og reiturinn það við hliðina er þá miðað við viðkvæma hópa sem eru þá reyndar öll börn, allt eldra fólk og allt fólk með svona undirliggjandi sjúkdóma og þar er ráðleggingin að forðast áreynslu utandyra og börn ekki að vera úti við nema bara rétt til að komast til og frá skóla og slökkva loftræsingum aftur. Og rétt að halda því til haga að þessi gildi í þessari töflu þau miðað við svona 10 til 15 mínútna útsetningu. Ef atburðurinn er að standa lengi, kannski 2, 3, 4 tíma, þá getur við rétt að horfa til viðbragða í næsta lit fyrir ofan. Þannig að appelsínugult í 2300, ef það er lengi þá getur við rétt að horfa upp á rauða sem er þá raunsamt ennþá svipaðar áherslur, það er að halda sig innandyra til að forðast útsetningu. Og það er þessi tafla sem ég er að vísa til. Þar eru leiðbeiningar til þess að gera ítarlega leiðbeiningar viðbrögð við SO2 gasinu en gosmóðan og gróðureldarnir við höfum sjálfsagt ekki verið með sambærilega leiðbeiningar fyrir það en erum að vinna í því og vonast til að geta komið með svona sambærilega töflu fyrir gosmóð og reykvar gróðureldum til þess að gera vonandi fljótlega. Já, þetta var lokaglerun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þorsteinn og minna það að við höfum góðan tíma fyrir spurningar og eftir þannig að endilega punkta hjá sér ef það er eitthvað sem kemur upp í hugan. En næstur á mannréttindaskránni er Valgarður Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni. Komið sæl, góða kvöldið. Herðu, já, samgöngur. Aðeins að renna yfir það með ykkur. Síðustu mánuðir hafa verið Vegagerðin nú eins og þið getur nú rétt ímyndað ykkur að það við náttúrulega bara fylgst með og séð, verið bráðóttir. En allt hefur þetta nú gengið samt mjög vel og farsællega sem betur fer. Nú, AST, aðgerðarstjórn, og SST, þetta er eitthvað sem í almannavarnaskipulaginu kemur gjarnan upp og við eigum þarna samstarf. Við erum sem sagt fulltrúar Vegagerðar eiga sæti með þessum góðu stjórnum og við störfum mjög náið saman. Þannig að það er engin ákvörðun öðruvísi tekin annað en allir séu vel upplýstir og út í hvað við erum að fara og hvað við erum að fara að gera. Nú, við ætla líka að ræða svo á eftir kemur bara sér glæra með því, ég ætla að ræða aðeins með vetrarþjónustuna og hvernig við svona snúum okkur í því. Eins aðra leiðir sem við í daglegu tali erum bara farin að tala sem flóttaleiðir. Nú, umferðarstýring kemur náttúrulega yfirleitt beiðni þá frá lögreglu inn á borð til okkar að aðstoða og eða merkja og skýra fyrir vegfarendum hvernig við ætlum nú að haga þessu og eins og þið náttúrulega þekkið mæta vel hér sjálf íbúar í Vogum að gjarnan teppast nú gatnamótin hérna upp á Reykjanesbraut og niður á Vogaveginn. En svo bara það sé sagt að þá hyggjumst við nú reyna að merkja það komið til enn eins atburðar eins og stefnir nú í, að þá hyggjumst við reyna að merkja þetta einhvern veginn með keilum og
enn og aftur að taka þetta á kassan og reyna að fá fólk til að stoppa ekki og halda áfram. Þetta reynist okkur mjög erfitt hins vegar, eins og okkur og lögreglunni, að þetta mjög þungt í vöfum og erfitt oft að komast Nú, allar okkar upplýsingar fara eðlilega inn á umferðin.is. Þar kemur allt fram alveg leið og við höfum ákvarðað eitthvað og ákveðið, að þá birtum við það þar inni, þannig að sé eitthvað sem okkur liggur á hjarta, þá kemur það fram á þessum ánans ágæta vef okkar. Nú, umferðarstýring í atburði getur verið mjög erfið og veltur þá náttúrulega hvað ógnar mannvirkinu, samgöngunum á þeim tíma. Hvort það eru gróðureldar, lélegt skyggni eða eitthvað hraun sem ógnar mögulega. En þetta þekkjum voruð alveg ágætlega og eðli málsins samkvæmt í samstarfi við lögreglu, og þá beitum við hiklaust á lokunum á þeim tíma sem við erum að átta okkur á þessu öllu saman, þannig að við tryggjum öryggi. Nú, flóttaleiðir, og eins og ef við tölum nú bara Voga, þá sjáum við náttúrulega þá bara Vatnsleysustrandaveginn sem flóttaleið, og komið til atburðar og þá hækkum við, ef við skerðum umferð á Reykjanesbraut, þá aukum við þjónustustig á þeim vegi. Nú, truflun á samgöngum, og þá höfum við náttúrulega stórar áhyggjur af þessari umferðarþungu leið okkar, Reykjanesbrautinni, til og frá Suðurnesjum til höfuðborgarsvæðisins, að þetta ansi þung umferð sem við erum að eiga við þarna á hverjum degi og á hverjum tíma, og ekkert auðvelt í því, en vissulega gróðureldar hafa svo sem og höfðu í síðustu atburði eilítil áhrif, en blessunarlega ekki mjög mikil. Nú, komi hraunrennsli nær brautinni heldur en gerði nú síðast, að þá mögulega myndum við nú líta til þess að takmarka einhverja umferð, en þetta allt saman svo sem ennþá bara á viðræðustigi við marga aðila, eins og gefur að skilja, og ekkert verið ákveðið þá með hvaða hætti við myndum reyna að taka niður umferðartölurnar. En það er meira en að segja það, eins og þið getið ímyndað ykkur. Nú, aðra leiðir leggjum við náttúrulega mikla áherslu á, og aðra leiðir eru svo sem komnar sunnanvert á Reykjanesi í viðunandi gott ástand. Við erum búin að laga sem sagt Suðurstrandarveg og Nesveg, en báðar þær leiðir skemmdust mjög mikið í þessum atburðum, og enn erum við nú svo sem eitthvað að greina sig á jörðinni og einhverja bjögun, þannig að þetta bara undir smásáni hjá okkur á hverjum tíma, og við fylgjumst vel með og mælum og notum jarðvegsskanna til að fara yfir okkar vegi, og erum að bara með símat á þessu. Nú, varnir innviða eru náttúrulega fyrst og fremst unnar með þessum góða hópi, innviðahópnum, og allt tekið þar allir samstíga þar með þær ákvarðanir á hverjum tíma. Allt hefur þetta verið skoðað og eitthvað til, annað ekki verið tekin ákvörðun en vissulega eru allir tilbúnir ef og þegar að þörf gerist. Nú, vetrarþjónustan okkar eins og þarna kemur fram, flestir vegir í sólarhringsþjónustu í bara fyrsta flokki hjá okkur, aðrir lægra settir, eins og til dæmis mér nægir að nefna Vatnsleysustrandaveg sem dæmi, en komi til hættustigs á svæðinu og eitthvað sem ógnar hér Reykjanesbraut og eða Vogavegi, að þá
sjálfkrafa farið í aukið þjónustustig á flóttaleið. Alveg eins og við höfum gert á sunnanverðu Reykjanesi. Nesvegur og Suðurstrandarvegur, Krýsuvíkurvegur hafa oftar en ekki síðan í nóvember verið fluttir upp í fyrsta flokk. Og það bara sólarhringsins þjónusta og öll áhersla lögð á að halda þeim leiðum eins greiðfærum eins og kostur á hverjum tíma. Umferðartölur aðeins eldsnöggt. Reykjanesbrautin í fyrra, september, og þið sjáið að við erum að eiga við 15.000 ökutæki til og frá Leifsstöð og við erum að horfa á Strandaheiðina 21.000–24.000 ökutæki. Þannig að þetta erfitt og yrði þungbært að taka einhverjar ákvarðanir takmörkun. En við stígum þessi skref saman, þá tekst þetta. En ég ætlaði nú ekki að hafa þetta lengra og takk fyrir mig. Herru, þá komið að fulltrúar HS Veitum. Jóna, gjörðu svo vel. Góða kvöldið og takk fyrir að bjóða okkur hjá Sveitum á fundinn. Ég ætla svona rétt aðeins að útskýra þá fyrir ykkur hvað við erum að gera. Við sem sagt erum að dreifa rafmagni og heitu vatni og köldu vatni í sveitarfélögunum hérna á Suðurnesjunum og víðar reyndar landið. Nú erum við að fókusa á Vogana og þar erum við sem sagt að dreifa rafmagni og heitu vatni og erum að fæða sveitarfélagi Voga sem sér dreifingu á köldu vatni. Við erum svo kallaði rekstraraðili að dælustöðinni og á vatnsbólinu. Nú ef að hraun flæðir í átt að eða inn í Vogavík þá eru þar innviðir sem yrðu í hættu og þetta getur haft áhrif á afhendingu á rafmagni, heitu vatni og eða köldu vatni. Þessir innviðir sem er að ræða eru sem stofnlagnir og rauða línan, ef þið sjáið þarna, eru sem sagt stofnlagnir sem eru meter undir jörðu og eru sem sagt rafmagns og hitaveita frá Fitjum. Nú svo Suðurnesjalína 1 og síðan vatnsbólið fyrir Voga þarna líka. Ef að hraun flæðir í átt að Suðurnesjalínu 1 þá yrðu fyrstu viðbrögð hjá Landsnet í samráði við HS Orku að taka línuna út þar sem myndi hafa mikil áhrif á landið allt ef strengir myndu bráðna út frá hita. Og Reykjanesið yrði eða Suðurnesin yrðu keyrð sem eyja og þá yrði nýttar virkjanirnar sem sagt í Svartsengi og út á Reykjanesi. Nú ef það myndi stefna í langvarandi viðgerðartíma þá annað möguleiki að tengja Voga beint við Suðurnesjalínu 1 við vatnsleysuna. Nú ef að hraun myndi flæða yfir stofnlagnirnar okkar þá höfum við reynslu af því úr Grindavík og við vitum það að rafmagnslagnirnar duga í 3–4 daga undir heitu hrauni og gefa sig svo. Og á þeim tíma höfum við reynslu af því að setja upp varaflsvélar Landsnet sem myndi fæða Voga og undirbúa strenglögn yfir hraunið. Þetta allt eitthvað sem við erum búin að vera að gera. Nú ef að hraun færi yfir stofnlagn heitavatnsstofnlögnina
að þá höfum við líka reynsla af því og reynslan hefur sýnt okkur, þarna hraunið sem að rann yfir Grindavík í vor, að við settum aukinn kraft á lögnina og héldum fullum þrýsting á henni og hún hefur haldið og það er ekkert sem bendir til þess að lögnin sé að gefa sig, þrátt fyrir að vera undir þessu mikla hita og þessu mikla hrauni. Þannig að við höfum ekki miklar nú og ef hún gefur sig þá höfum við líka reynsla af því að búa til hjáleiðir. Svo það kalda vatnið. Þar höfum við flaggað því að það er mikilvægt að skoða varnir fyrir dæluhúsið og vatnsbólið þar sem ekki varaleið fyrir vatnið. Þannig að ef að hraun flæðir að þessum innviðum að þá eru ekki varaleiðir eins og staðan í dag. Og þetta er eitthvað sem er verið að skoða með sveitarfélaginu og með almannavörnum. Og eins og Gunnar kom inn á áðan að þá eru þetta búið að auka tíðni mælinga mikið og þau gögn sem við höfum fengið eru að mengun er ekki að mælast og við erum búin að kaupa líka sýrita sem við erum að fara að setja upp til að fylgjast enn betur með gæðum vatnsins. Og við vildum bara segja ykkur að eins og þetta góða fólk sem hér á undan hefur komið að þá erum við öll orðin reynslunni ríkari og búin að auka við okkur mikla þekkingu eftir atburði síðustu mánaða og við erum snögg að bregðast við ef eitthvað gerist. Ef að rafmagnið fer þá kunnum við vel að tengja varaaflsvélar, kunnum að búa til strenglagnir yfir hraun. Þetta er eitthvað sem við höfum verið að gera núna upp á síðkasti. Við höfum líka verið að búa til hjáveitulagnir, hitaveitu, þannig að við kunnum það og þekkjum það. Hér var verið að plægja línu yfir fjall, þannig að þetta er allt reynsla sem hefur komið í banka okkar starfsfólk síðustu mánaða. Þannig að við erum bara á vaktinni og erum með viðbragðsáætlanir við þessu öllu saman. Og líka bara fyrir ykkur sem eruð ekki að fylgja okkur á samfélagsmiðlum, þá hvet ég ykkur til að gera það því við erum duglega að miðla til þjónustuþeganna okkar og erum með ábendingar inn á heimasíðun okkar ef eitthvað er sem við viljum koma á framfæri. Þannig að þið bara fylgist með okkur og við látum ykkur vita. Þannig að já, eins og ég segi, við erum reynslunni ríkari og mikil þekking og tilbúin að bregðast við eins fljótt og hægt er. Þannig að annars bara þakka ég fyrir mig í bili. Já, takk fyrir þetta. Síðasti frummælindin í kvöld er fulltrúi frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands, það er Hulda Ragnheiður Árnadóttir. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl. Ég ætla að fara aðeins yfir hlutverk Náttúruhamfaratryggingar þannig að við aðeins áttum okkur á því hvaða hlutverk við höfum í þessum stóru atburðum. Okkar hlutverk er að því leytinu til ólíkt þeirra sem hér hafa talað að við erum stofnun sem kemur inn eftir að atburður hefur átt sér stað en erum ekki í forvörnunum eða undirbúningnum. En ég ætla bara rétt að segja ykkur hvernig það kom til að Náttúruhamfaratryggingu Íslands var stofnuð en upphafi í kjölfar eldgossins í Vestmannaeyjum 1973 þá var stofnaður viðlagasjóður, þá var engin trygging fyrir hendi á þeim tíma og þá voru þeir sem lentu í tjóni algjörlega háðir því hvað yrði tekin ákvörðun að gera af hálfu ríkissjóðs og viðlagasjóður var fjármagnaður með framlagi frá ríkinu. Síðan í kjölfar þess varð snjóflóð, mannskætt snjóflóð í Neskaupstað 1974 og þá var mönnum ljóst að það yrði ekki búið áfram við það
að vera háð því hvaða ákvarðanir ríkisstjórn tækja á hverjum tíma, heldur það að koma upp einhvers konar sjóði sem að fólk myndi geta öðlast rétt til tjónabóta í. Og Viðlagatrygging Íslands var stofnuð í upphafi árs 1975 og þar með breyttist fyrirbærið úr því að vera sjóður yfir það að vera tryggingafélag, og þetta tryggingafélag eins og önnur tryggingafélag þar sem að forsendur þess að fólk á réttindi í þessu fyrirbæri sem að náttúruhamfaratrygging er að það hafi verið greidd iðgjöld af þeim verðmætum sem að ræðir. Hún hefur heitið Náttúruhamfaratrygging Íslands frá árinu 2018 og þetta í rauninni bara vátryggingafélag í 100% eigu íslenska ríkisins, og það stofnað til þess að samfélagi geti tekist á við afleiðingar alvarlegra náttúruhamfara með viðeigandi vátryggingum, og hún getur starfa með þeim hætti sem hún gerir vegna þess að það borga allir á landinu jafnt iðgjald óháð áhættu, þannig að það má í rauninni líta á þetta sem skatt, og það sama hvort þú býrð við 1, 2 eða fleiri áhættur, þú borgar alltaf sama iðgjald. Þeir atburðir sem að hægt að vátryggja fyrir, og þetta allt saman skyldutryggingar sem að við erum með, það eru jarðskjálftar, eldgos, snjóflóð, vatns- og sjávarflóð og skriðuföll, en ekki vatnsflóð eða skýföll vegna asafláku og ekki óveður eða foktjón. Og ég læt þetta alltaf fylgja með af því að reyna að hjálpa fólki að skilja hlutverkið okkar. Lykil þátturinn í því hvað það sem við tryggjum ekki er að ekkert sem í boði hjá tryggingafélögum á almennum markaði í þessari skyldu vátryggingu hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Það eru almennu félögin sem að sjá að innheimta iðgjald fyrir eignir íbúa og almennings og skila iðgjaldunum til okkar, þannig að viðskiptavinir okkar eiga í raun aldrei samskipti við okkur nema þeir verði fyrir tjóni. Það alltaf samskipti á milli vátryggingafélagsins ykkar og þar greiðið við iðgjaldunum síðan skila til okkar, og það ekki fyrir að einhver verði fyrir tjóni sem þarf að hafa samband við okkur. Heildarvirði vátryggðra eigna hjá okkur 21.000 milljarðar sem að eru gríðarlega fjárhæðir, og 16.100 milljarðar liggja í fasteignum og 3.500 milljarðar í innbúi og lausafé, og síðan erum við að tryggja líka opinber mannvirki sem eru veitumannvirki og hafnamannvirki og fleira í eigu sveitarfélaga og ríkis. Vátryggingafjárhæðir eru ákvarðaðar þannig að það brunabótamat eigna sem að ræður því hver vátryggingafjárhæð húsa. Þannig að, og iðgjald, það greitt ákveðið iðgjald sem að hlutfall af brunabótamati, og hámark bótaréttar síðan brunabótamat eignarinnar. Varðandi innbúi og lausafé þá það á milli vátryggðs og tryggingafélagsins hvaða verðmæti eru tryggð, og fyrir opinberu mannvirkin þá það endurstofnverð sem á ábyrgð vátryggðs að ákveða hvert eða reikna út og skila til okkar. Þetta eru tæplega 400.000 vátryggingaskírteini sem í gildi hjá okkur, og þið sjáu hvernig það dreifist landið hér. Við erum líka með allar raflínur sem í eigu, meirihluta eigu opinbera aðila eru líka tryggðar hjá okkur. Við erum með hafnir tryggðar og við erum með veitukerfin tryggð. Síðan erum við með brýr sem eru 50 metrar og lengri líka tryggðar hjá okkur. Eignirnar hafa verið að hækka mjög mikið á síðustu árum, og þær hafa tvöfaldast á síðustu 10 árum verðmætin sem eru í tryggingu hjá okkur. Við erum mjög oft spurð því hvort það sé hægt að tryggja bíla gegn náttúruhamförum, og það ekki í rauninni gert ráð fyrir því að bílar séu tryggðir gegn náttúruhamförum í regluverkinu, en það eru þó dæmi að keyptar séu sérstakar brunatryggingar á bíla sem lausafé, því að bílar eru í rauninni lausafé og það ekkert sem bannar það að tryggja bílinn sinn sem lausafé,
ef maður vill að hann sé tryggður gegn náttúruhamförum. Og stjórn hefur í rauninni tekið sérstaka ákvörðun það að hún leggist ekki gegn því að bílar séu tryggðir sem lausafé. Að öðru leyti ætla ég bara að svara spurningum hérna með öðrum á eftir og ég hvet ykkur til að spyrja því sem að upp kemur. Takk fyrir. Jæja, þá frummælendum hafa þetta lokið máli sínu og ætlum við að skipta glæru, höfum við þessa bara? Þessi ekki bara svolítið flott? Þessi bara dálítið flott, já, ég sammála því. Höfum hana bara, en ég ætla að biðja þá sem eru hérna til svara. Gunnar, viltu ekki koma og sitja hjá okkur? Og voru einhverju fleiri sem áttu eftir að fá sér sæti hérna uppi? Já. Ari og Eyþór. Þannig að við skulum byrja á því að fólk kynni sig sem situr hérna til þess að vera sem situr hér fyrir svörum og svo ef það einhverju fleiri í salnum sem kannski geta svarað okkur eftir þá leitum við bara til þeirra. En byrjum hérna mér á hægri hönd og göngum síðan röðina. Við verðum að láta míkrafónuna ganga og minna á það með við verum að græja þetta þegar þið viljið spyrja spurninga að gefa merki. Við erum með 2 míkrafóna hérna í salnum. Það mikill fjöldi að horfa á fundin í streymi þannig að það mikilvægt að þeir sem spyrja spurningarna noti míkrafónuna, séu með skýra spurningar og helst til hverja þeir beina spurningunum, en við skulum fá fólk til að kynna sig. Já, sæl, ég Guðrún Ólafsdóttir og sviðsstjóri fjármál og stjórnsýslu hjá Sveitarfélaginu. Sæl aftur. Gunnar Axel heiti ég bæjarstjóri í Sveitarfélaginu Vogum. Góða kvöldi, Hildigunnur Thorsteinsson heiti ég og forstjóri Veðurstofunnar. Og ég heiti Bergrún frá Veðurstofunni. Hulda Ragnheiður, forstjóri Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Þorsteinn Jóhannsson frá Umhverfisstofnun. Valgarður Guðmundsson, sérfræðingur Vegagerðinni. Gro Pedersen, sérfræðingur í hraunflæðilíkun við Veðurstofan. Ingibjörg Þórðardóttir, grunnvatnssérfræðingur á Veðurstofunni. Jóna Hrefna frá HS Veitum. Gunnar Skram, yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum. Eyþór Rúnar, slökkvistjóri á Brunavörnum Suðurnesja. Ari Guðmundsson, verkfræðingur hjá Verkísverkfræðistofunni, fer fyrir hópi varnir mikilvæg reynviða. Og auk þessar þá eru hérna líka fulltrúar frá björgunarsveitunum hérna á svæðinu og Rauða krossinum, þannig ef það einhverjar spurningar sem að brenna okkur til þeirra þá líka hér fulltrúar þeirra í salnum. En við skulum bara byrja. Hver vill, það alltaf erfiðast að byrja, sko. Hver vill byrja? Já, það merki hérna aftast í salnum. Gott að kynna sig og ef þú beina spurningunni til einhver sérstaks að gera það, takk. Já, komið sæl. Kristinn heiti ég og mér leikur forvitna á að vita ég beini einni spurningu til hans Þorsteins. Það samt við staðsendingar á mælum. Eftir því sem ég skil þá eru 2 svifryksmælar í sveitarfélaginu og 1 gasmælir. Ég bara samt við legu sveitarfélagsins, af hverju eru staðsettir á þessum stöðum og ekki fleiri. Á ég að spyrja fleiri spurningar ef ég með eða? Herðu, byrjum bara á einni og þú mátt halda hljóðnæmunum í augnablik meðan að Þorsteinn svarar. Já, markmiðið var að hafa allavega 1 mæli að hverju gerð í hverju sveitarfélagi og svo eru oft bara svona praktískar ástæður fyrir endanlegu staðavali. Fyrsta val, þegar við erum að leita staðir samt alltaf getur við verið við hliðina á grunnskólanum eða leikskólanum. Það er mikil eftirspurn eftir mælum nálægt þeim stöðum. En svo er þetta líka spurning aðgengi að rafmagni og svona innviðum, þannig að já, hann á tjaldstæðinu gasmælirinn þarf bara hægt að fá að stinga í samband, það má kannski segja að það hafi ráðið einhverju og mælirinn mátti vera þar. Og við fengið svo smábindningar hann sé of langt frá byggðinni en ef við horfum svona á nýja hverfið þá hann eiginlega kannski nánast miðsvæðis þó að sé svolítið kannski langt í húsin sem eru lengra frá, en svo svona reynslan að ég held að það sé svona gróft sé að endurspegla ástandið mikið til í öllum bænum, svona stórt séð. Þannig að við erum sjálfur nokkuð sáttið við þessar staðsetningar. Takk fyrir það, þá er önnur spurning frá þér, gjörðu svo vel. Já, mætti ég kannski bara
aðeins að leika ykkur sérfræðinga, því þetta nú vindasamasti staðurinn í það sem þessi mælir og svo lega leikskólans og grunnskólans töluvert neðar í landinu, svo koma því á framfæri. Svo bara vangavelta í samfundu við flóttaleiðir, það verið að tala flóttaleið inn ströndina, en það gæti hugsanlega þurft að nota flóttaleið í hin áttina, þá sem sagt vestur eftir, eða í áttina til Reykjanesbæjar. Það var að gamla þjóðleiðin, ef að eitthvað velt í fyrir ykkur. Valgarð, vilt þú svara þessu? Mjög torfsótt þessi leið í dag, eða torffarin. Já, það svo sem ekkert, það hefur vissulega verið rætt en engar ákvarðanir liggja fyrir og það svo sem eitthvað sem að við skoðum þá með innviðahóp, hvort að ráðist verði í einhverja uppbyggingu á því mögulega, það ekkert vitað á þessari stundu. Það eru fleiri sem að vilja spyrja? Já, það hérna fleiri hérna aftast. Gjörðu svo vel. Emil heiti Andersson. Ég vil spyrja þann sem vil taka til sín. Með Sigdalinn að undirgöngunum, undir Reykjanesbraut, og mér sýnist þá öllu að landi halli allt þangað. Hversu mikla líkur tel ég á að hraun, ef að fer að gjósa kannski eitthvað norðar, farið þessa leið? Hraun renni þá sem sagt niður og átta undir undirgöngunum við... Já, í þennan Sigdal yfir sprengisvæðið og það reyndar hátt upp í Reykjanesbrautina þarna, en undirgöngin þarna og þeir gætu, ef það væri ekki brugðist við að setja upp einhverja varnir þarna, þá fer það bara í gegnum undirgöngin og niður í átt af fiskaldinu. Ég held ég byrja Gróa að byrja að svara og kannski síðan Ari aðeins varðandi varnirnar. Já, það líka sem hún Bergrún var að kynna sýna okkur að ef vi bara håver til næste gås, så það minne líka af at der kommer alle ledene til Reykjanesbraut, bare ud af det, at okker hermønner sýna að það overkommer gríðilega mikið magn á hraun upp talsvært meira inn það som vi alltaf að hækka þessi sviðsmyndi vegna vi veit að það hækka en det var sjá sviðsmynd som var 7 sinnum større enn sidste gås, som miklu meira enn vi búast við. Så þessi geta breytast með tíman vegna vi geta fá nokkra gås og svo vi alltaf að endurtaka þessi hermuna. Så það aðal skilabud at þessi Sigdalar geta taka gríðilega mikið magn. Það ikke stor like at i næste gås kommer vi sådan langt. Vi har timer til at underbue okker, og så ligger það som innviðahóperne er að spá í. Jeg veit ekki ef þú vil tala eitthvað þennan undergöng. Já, Ari, gjör svo vel. Já, takk. Rétt til að bæta við, þetta er alveg rétt sem Gró er að tala að það er töluvert magn sem við getum rýmt sem er þarna fyrir innan, en við höfum hins vegar verið að horfa á þetta þennan möguleika að hraun geti runnið yfir Reykjanesbrautina. Strax 2021 þegar við byrjum að skoða þetta, að þá skoðum við bæði við Grindavík og Svartsengi varnir, við skoðum líka varnir hér á þessu svæði, þannig að þá lögðum við svona grunnlínur varnir hérna við Voga og sáum að við hefðum tíma til þess að koma upp slíkum vörnum. Það tæki tíma að fylla þessa rýmd þarna fyrir innan og á þeim tímapunkti gætu við sett upp varnir ef það væri þörf á því. En þetta er alveg rétt í það sem undirgöngin eru, þetta er þessi megin reynslislína. 2021 þá vorum við að horfa á það að hleypa hrauninu þá til sjávar sem fyrst, en núna höfum við verið að skoða það hversu virði það er að hafa Reykjanesbrautina í gangi og erum þá að skoða mögulega varnir fyrir ofan Reykjanesbrautina. Það er engar ákvarðanir verið teknar en þetta er eitthvað sem við innviðahópnum erum að skoða og hvaða áhrif þetta hefur. En þetta er aðeins erfiðari varnir að því leyti að eins og við sjáum í Grindavík og Svartsengi erum við yfirleitt með leiðigarða, við erum að leiða hraunið í ákveðnar stefnur, en hérna erum við að vera með stíflu og það gefur auðvitað að það er þá bara takmörkað
svona lausn þar til að hraunið verður það mikið að fer yfir. En það getur verið lausn til ákveðins tíma og mögulega hættir hraunreiðslið á þeim tíma. Þannig við erum að skoða þessi mál. Takk fyrir það. Það er spurning hérna framar í salnum. Fyrir ekki, má ég koma með aðra spurningu? Já, gjöra svo vel meðan við erum að flytja mikrofónin. Gjöra svo vel. Já, mér langar til að spyrja í samvættu þá sem eru með veiklungu, undirríkjandi sjúkdóma og annað. Og ef það kemur mikið af gjósku og reyk og óþarra yfir byggðina og jafnvel meira heldur en var hérna í lok ágúst. Hvað eiga bændur að gera? Eiga að flýja svæðið eða nú ég í þessum hópi? Eða hvað til ráða? Já, Þorsteinn, gjörðu svo vel. Það stótti spurt hérna sent almennt séð ráði hjá okkur, sérstaklega við erum að horfa fram á svona stuttan viðburð að halda sig inni. En það er svo sem vel þekkt að hérna fólk sem viðkvæmt fyrir það finnur talsvert meira fyrir þessu og getur jafnvel verið fundið eigin heilsu í þessuna marga daga eftir að atburður er gengin yfir. Til dæmis í atburðum eins og gamlárskvöld á höfuðborgarsvæðinu þá eru svona einhverjir einstaklingar í þessum viðkvæmustu hópum, þeir bara hreinlega fara. Við höfum svo sem ekkert verið ráðleggja það en það getur náttúrulega verið bara hver og einn að velja ef fólk kýsa að gera það, en við erum ekki almennt að mæla með að heilu bæjarfélögin rými, en ég segi já, gamlárskvöldið þekkt að fólk fer úr bænum í Reykjavík allavega. Og þetta er sannarlega, já, viðkvæmustu hóparnir eru talsvert viðkvæmari heldur en hraust ungt fólk, má segja þannig. Já, þetta getur samt verið erfitt fyrir eldra fólk og annað að þurfa kannski að flýja bæinn í marga daga út af svona mengun og viðbjóði eins og getur komið og það var bara svona sýnisorn þarna í lok ágúst að því sem gæti hugsanlega komið ef að gosið kemur upp nær og annað. En ok, takk fyrir þetta. Takk fyrir það. Þá var spurning hérna framar, gjörðu svo vel. Já, góð kvöldi, Inga heiti ég, Hlöðsdóttir. Mér langar að, ég hugsa þannig að maður þarf oft að byrja að byggja áður en að skaðinn skellur á manni. Þannig ég velti fyrir mig bæði þessum gamla Stapavegi, að því við erum nú alltaf með flugvöllin og enginn nennir að fara Suðurstrandaveg til að fara í flug. Og svo Strandarvegurinn, Vatnsleysustrandavegurinn, hann er nú ekki beisinn eins og hann er á köflum og þolir hann einhvern mikinn flutning svona og þarf bara ekki að fara í að laga hann tímanlega áður en við ætlum að fara að vísa mörgum þangað. Af því að mikið brotna upp úr endum og svona. Takk. Vissulega er hann ekki tiltækur fyrir mjög mikill umferð, nei vissulega ekki, en við lítum líka svo á að við myndum þá sennilega flytja umferðina frekar á sunnanvert nesið. Við myndum ekki fara að byggja hann eitthvað upp fyrir einhverja mjög mikla þungaumferð eða mikla umferðartölur. Hann er fyrst og fremst náttúrulega hugsaður þá í einhverju einni af þessum sviðsmyndum sem flóttaleið héðan. Og aðra leiðir yrðu þá fyrir valinu á sunnanverðunesinu eins og staðan er í dag. En vissulega er allt til skoðunar og þar á meðal gamli Stapavegurinn verið nefndur. Takk fyrir það. Fleiri spurningar? Já, hérna aftast, gjörðu svo vel. Já, Kristín hérna aftur. Ég veit ekki hvað var það búið að koma eitthvað fram í samvættu við varnargarða? Er eitthvað farið að huga að einhverju slíku? Já, ég get byrjað og Ari síðan líka. Já, við erum búin að vera að skoða það eins og kannski Ari nefndi á þann að strax 2021 var farið að huga að því og þannig að það er búið að skoða og við erum núna þessa dagana að fara yfir þessar sviðsmyndir sem hafa verið lagðar fram núna og þessir hraunhelmislíkon sem við sjáum út frá nýjum staðsetningum og geta hjálpað okkur til við að meta þörfina og gagnsemi slíkra garða og kannski Ari segir kannski aðeins betur frá þeim görðum sem við svona forhönnuðum hérna í kringum Voga hérna með við Reykjanesbrautina.
Já, kannski bæta því eins við og við höfum verið að skoða það hversu stóri þessi garðar yrðu og þeir yrðu ekkert mjög háir, þannig að við erum að horfa til þess að við eigum alveg tíma til þess að byggja þá. Við allavega í þessum skoðum 2021 og þá vorum við með línu hérna við byggðina og svo í kringum iðnaðarsvæði hérna vestan við. Þannig að það voru ekki það umfangsmikla framkvæmdir að við gætum farið í það eftir að við varum að sjá hraunrennsli byrja. En eins og ég sagði áðan þá erum við núna líka að skoða varnirnar við Reykjanesbrautina og þar erum við bara að meta hvað væri heppilegast, hvaða valkostir eru og hversu stórar varnir það eru. Já, við höfum alveg góðan tíma ennþá ef það er einhverjar fleiri spurningar. Já, það er spurning hérna á kantinum. Góða kvöldi, Rúnar heiti ég. Ég er að spá í sem þetta vatnsbólið, ef það spillist, hvað úrlausn er það á því? Ég get kannski einhverju leyti svarað þessu en þess að ég sitt í vinnuhóp sem var settur í laggirnar núna til þess að skoða með vatnsbólinn og það er lausnir og leiðir sem er því og við Gunnar vorum á fundi í dagarnir rennan og saman, var það ekki morgun bara nei, var það gærmorgun? Gærmorgun, já, þá sem vorum að fara yfir þær leiðir sem eru mögulegar og hvaða hætta stafar á vatnsbólunum og við erum að klára þessi hópur sem er undir stjórn Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja er að klára minnisblað og skýrslu með bæði hættumati og þá tillögum að frekari aðgerðum til þess að leita varaleiða fyrir vatnið. Þannig að það er bara verið að vinna því núna og stefnan að klára það fljótlega upp úr helginni. Það er tillögur. Takk fyrir. Nú, ef ekki eru fleiri spurningar, þá langar mig að benda ykkur á, spurningarnir viðbót já? Ég hérna aftur, Emil Andersen. Borholan sem er þarna út á Vatnsleysuströnd, þetta er heitavatnshola. Vogar vildu að einhverjum ástæðum ekki nýta hana á sínum tíma. Er hún með nægilegt vatn að vita til að sé hægt að þá að nýta hana ef allt fer í bál og brand? Já, nú spyr ég, já, gjör svo vel. Ég hef bara því miður ekki upplýsingar það á þessu stöddu, en við skulum komast að því og deila því bara með ykkur. Takk fyrir. Já, ég get kannski aðeins bætt við þetta hefur verið til skoðunar. Það hefur verið að leita að svona varaleiðum varðandi heita vatnið og niðurstöðu frumrannsóknar núna benda til þess að þessar borholur dugi ekki til þess að tryggja vara hitaveitu fyrir Voga. En þessar rannsóknir halda hins vegar áfram. Jæja, þetta fer að vera eins og uppáðinni svona fyrsta. Já, við erum með, þú endilega, þetta eru góða spurningar, það er skiptir máli að fá umræðin í gang. Já, mig langaði Kristín hérna aftur. Þið voru að tala þetta beinist að, ég man ekki nafni á þeim sem er fyrir vegagerðina, að það var náttúrulega í síðasta gosi þá lokaðist hringtorgið við hérna Reykjanesbrautina og ég man nú ekki heldur í tíma og svo gleymin að við lokuðust inni vegna snjóa hérna fyrir það byrja 2 árum. Fáum við meiri athygli núna heldur en við höfum fengið bara. Takk fyrir. Já, ég skal bara taka þetta á kassan sko. Já, þið fáið sko alla athygli. Já, það er búið að bæta verulega í síðan að allt lokaðist vegna snjóa. Bæði í sem sagt verktökum hjá okkur og einnig eigum við orðið tæki sjálfur sem við höfðum ekki aðgangað á þeim tíma. En því hefur snarlega verið bætt úr, já. Og við hyggjumst loka hringtorgi í næsta atburði. Það eru svona þau skref sem við erum að vinna með núna. Við hyggjumst gera það. Ég vona að þetta svari spurningunni. Hann kinkar kolli, þannig að, já. Meðan að síðast kannski að hugsa, þá langar maður að benda ykkur á vefsíður sem eru með gagnlegum upplýsingum sem einmitt talsvert af gögnum sem hér hefur verið lögð fram í kvöld að þið getið nálgast frekar upplýsingar þar að fyrst að telja veður.is þar sem að Veðurstofan birtir bæði tilkynningar og síðan eru þar auðvitað aðgangur að
þeim kerfum Veðurstofunnar sem eru birt þar á síðunni, vöktunarkerfin. Loftgæði.is, þar sem hægt að fylgjast með mælunum, og við vitum það líka að við sjáum það og fáum ábendingar frá almenningi. Ef eitthvað svona sérstakt sem menn sjá þar, þá að gera að láta vita. Síðan eru síður frá HS Veitum eins og kom hérna fram áðan, almannavarnir.is, lögreglan á Suðurnesjum sem með mjög öfluga Facebook síðu til dæmis, náttúruhamfaratrygging, NTE.is og síðast en ekki síst heimasíða sveitafélagsins, vogar.is, og allar þessar síður að við deilum upplýsingum á milli okkar og þarna eigið að geta fundið það sem að svona er helst í gangi á hverjum tíma. Og svo notum við þetta bæði samfélagsmiðla og erum í góðu samskiptum við fjölmiðlana þegar koma þar upplýsingum á framfæri, og þannig að það er allavega hægt að leita sér upplýsinga á þessum síðum, og síðan má auðvitað alltaf senda okkur erindi, bæði gegnum þá viðbragðsaðilana, lögregluna eða sveitafélagið, og við bregðumst þá við því og reynum að miðla eins og við getum. Nú, ég held að einhvern tímann í ekki svo langri framtíð þá munum við kannski hittast aftur til þess að ræða nýja stöðu eftir næsta atburð. Þá fáum við nýjar upplýsingar og ný líkön og nýjar hermannir og vitum eitthvað meira. Við vitum alltaf meira á morgun en við vitum í dag. En ef ekki eru fleiri jú, hér er spurning, gjörðu svo vel. Mikrofónin er að koma. Allra síðasti séns að koma með spurningu. Sennilega vegagerðin. Það er í sambandi við, það eru hlið sem eru búin að vera sett upp hérna. Til hvers eru þau? Hliðin til hvers þau eru sem setta hefur upp á aðrennunum? Stýmir hérna? Já, þarna kom ég. Þetta eru lokunarhlið, físískar lokanir, svo ekki sé að villast að leiðin sé lokuð. Þetta er gert með tilliti til náttúruvár og eða óveðurs og ófærðar. Og hérna í samband við þá, það var loka hérna, Björgunarsveitin hefur verið að loka fyrir þá, en þeir hafa verið mjög seinir að opna. Oft verið komin hellingsumferð á brautina, samt loka hérna niður frá. Valgarður tekur þetta til skoðunar. Já, þetta skoðum við klárlega. Takk fyrir ábendinguna. Heyriði, þá ætla ég bara að fá að þakka ykkur fyrir mætinguna og þáttökuna fyrir hönd okkar allra sem að hér vorum í kvöld, og eins og ég segi, þar fór röddin í mér, að það er eitthvað í þessum mikrofón. Nei, að þegar við vitum meira, þegar við erum komið með meiri upplýsingar, kannski eftir næsta atburð eða fyrr, þegar að til dæmis við sjáum betur hvernig verður háttað með þær varnir sem hérna hafa verið nefndar, þegar að upplýsingar eru konar meira eins og nýja hættumatið, kortið sem við sáum hérna áðan og fleira. Ef að þörf krefur, þá munum við bara koma aftur og ræða aftur við ykkur. Og voru gaman að koma hérna í kvöld og fá að taka þátt í þessum fundi, og með þeim orðum slítið fundinum og óska ykkur góðrar heimferðar.